Vá, ég er ekkert smá spenntur núna, sko. Vitið þið hvað? Mamma, hún er búin að leyfa Villa og Góa að koma inn til mín og gista í alla nótt. Það verður ekkert smá gaman, sko. Villi var að tala um hann að taka með sér einhvern stjörnukíki, sko. Hann er náttúrulega eins og hann er bara, sko, rosalega spes. Svo ætlum við að hafa kósí og horfa kannski á vídeó eða DVD eða eitthvað svoleiðis, sko. Það verður algjört stuð. Það verður meira á það. Sverrir minn, hvernig gengur með tiltektina? Sverrir, ég var búin að biðja þig að taka til áður en strákarnir myndu koma. Já, en mamma, það er ekki svo ég þurfa að taka til. Þeim er alveg sama hvort það sé drasslinn í herbygginu eða ekki. Sverrir, við erum búin að tala um þetta. Það er allt í lagi að hafa pínulítið snyrtilegt þegar strákarnir koma. Sko, til dæmis svona Sko. Já, en mamma, þetta skiptir engu máli. Þetta skiptir þetta máli, kallinn minn. Þegar sérðu þú getur tekið þetta dót hérna og sett það inn í skápinn. Til þess er hann, elskan. Já. Pungurinn minn, endilega taktu nú aðeins til og hafa þetta svolítið snyrtilegt. Á ekki að vera kósí? Jú, það á að vera kósí. Ég er að segja það. Það er svona skemmtilegt að hafa þetta svolítið snyrtilegt. Allt í lagi. Ok, búbi, búbi. Búbi. Ég skil ekkert í þessu. Sko, af hverju fullorðið fólk? Það er alltaf áður en það koma gestir. Þá tekur það rosalega vel til. Eins og mamma, hún fékk einu sinni gesti til sín og þá var hún bara búin að skúra og þurrka öll borð og pússa af og alls konar svoleiðis. Svo komu gestir til og þá var allt skítugt aftur. Í staðinn fyrir bara að hafa skítugt, fá gesti og þá er bara ennþá skítugt og taka svo til. Það er svona... Já, ég myndi alltaf að gera það ef ég væri fullorðinn. Jæja, það var kannski alltaf að hlýða henni svona einu sinni fyrst hún gaf mér leyfi til þess að fá strákana til að gista. Aðeins að taka til. Svona. Bói. Hæ! Nei! Hvað segið þið? Flott bara. Gaman að sjá ykkur, maður. Sömuleiðis. Gaman að sjá þig. Var allt í lagi að þú fengir að gista? Já, það voru allt í mjög góðu lagi. Það voru allir mjög fegnir bara. Alveg verið að lausi við þig kannski? Já. Byrjaði að busta þér tennunar. Já, maður verður að vera með hreina tennur, maður. Já, en komst ekki með náttföt? Ég er í þeim. Ég er bara tilbúin í allt saman, maður. Ertu bara í þeim innanundir? Já. Vá, það er nú bara svona dálítið sniðugt að gera það, sko. Þetta er ógeðslega flott sjóræningaskip. Já, ég veit að frændi minn gaf mér það í afmælisgjöf, sko. Vá. Já, það er gaman að leika sér í því, sko. Ég fer stundum með það í bað. Nei. Ég er að djóka! Ég ætla að segja nokkuð sem var stórt bað. Villi, hvað ertu að gera? Ég er bara að stilla aðeins stjörnukíkir minn. Þetta er sko hologram eða almynda stjörnukíkir. Vá! Þetta er glæný formúla. Hún er aldrei sést áður. Hvað getur maður gert? Skoða stjörnur? Já, en það er ekki hægt núna sko. Það þarf að vera komið alveg myrkur. Sólin þarf að vera farin alveg hinum megin við jörðina svo við sjáum stjörnuhimininn sko. Er ekkert þetta að sjá? Jú. Nei, þú sér ekki stjörnu núna. Eina stjörnu. Vá, ég fatta þetta. Svo er ég með annað sniðugt sem tengist þessu að þetta er glæný uppfinning. Dr. Martin Schuller, ég hef kannski sagt þér frá hann einhvern tíma. Já, alveg rétt. Hann vinnur hjá þýsku geimferðastöðinni. Hann er að vinna mikið í þessu og hann fekk mér svona sem, hvað að segja, svona, ég vil nú kannski ekki segja sérfræðing, en meira kannski svona undir, eða svona, jú, svona sérfræðing kannski, eða svona mann sem kann allt til að hjálpa sér við þetta sko. Því að, eins og þið vitið, þá er stjörnuheimurinn svo, hann er svo kvikur. Maður getur ekki treyst á neitt þar sko. Ég sofnaði standandi. Heyrðu, við ætlum nú ekki að fara að skoða stjörnur í allt kvöld. Vídeó. Ætlum við ekki að horfa á einhverjum góðan bíómynd? DFD. Já. En við Já, ég ætlum hef ekki séð hana. Vaffos. Vaffos. Beta. Já. Nei, við erum að horfa á DFD. DFD. En við þurfum að gera eitthvað kósí. Já. Strákar, við þurfum að safna öllum púðunum fyrir framan sjónvarpið. Það má ekki gera það bara hvernig sem er. Wow. Farð þú þangað Við og gerum gríptu þetta bara púðana. skipulega sko. Kósí er ekkert grín. Já. Nei, það er rétt. Kósí er ekki grín. Gói, Grýttu.
Villi! Svona, láttu hann hafa þetta. Villi! Hérna. Láttu hann hafa teppið. Strákar, svo setjum við bara alla púðana ofan í skipið. Já. Svona. Það er útrúlega kósí, maður. Svona, sko. Ég ætla að fara í náttfötin bara. Já. Og líka bánsana. Já. Það er svona smá fyllingi þegar reynum að setja það undir kannski mjóhrygginn. Svona. Svona, þetta er glæsilegt. Vá, gói. Já, þetta er ekki neti á mér. Vá, er þetta alvöru silki? Gulli. Hætt! Minn sættur að vera hér. Ég ætla að vera hérna stjórnborðsmegin. Vá, hvað þetta er kósí. Já. Þetta er eitthvað góð mynd, sko. Þetta er 3 draugar með drauga dáið þegar hún tekinu. Þessi mynd. Sáðu eftir að kemur í kryddlistanum? Já. Það kemur ekkert eitthvað. Jæja, strákar mín, almáttu hvað þið eru sæt. Já. Jæja, strákar, en nú er klukkan orðin margt og þið verðið að fara að sofa. En megum við ekki klára að horfa á myndina? Svenni minn, það er stór dagur á morgun og svona strákar eins og þið þurfi góðan og langan svefn. Þú, mamma, klukkan er bara hálf 12. Ekki að ræða það meira, Svenni minn. Góða nótt, strákar mínir. Góða nótt. Núna slökkva sjónvarpinu. Já, ég skal slaka. Hvað var þetta? Hálf 12? Það er ekki neitt. Neis. Ég fór einu sinni að sofa á gamlárskvöld 2003. Þá fór ég að sofa klukkan 2 nóttina. Það var ekki neitt. Ég fór einu svona að sofa, þá var klukkan orðin 6 nótt í Mið-Asíu. Í Mið-Asíu? Ég fór ótrúlega klikkað. Já. Fór einu svona að sofa klukkan 9:30. Hálf hvað? 10. 9:30 kvöldið á morgunin. Kvöldið. Vá, Vá. það er seint. Varstu bara með gaddahól og nælur í kinninni eða? Þetta er sér eitthvað klikkaði. Jæja, strákar, góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. Hæ, gói, er nokkuð táfíla? Táfíla? Er það þér? Nei. Villi. Já, líka gói er að ýta mér. Já, en þú liggur með olnbúinn í brísinu á mér. Mjúkast ekki alveg. Er þetta kósí? Já, veit ekki. Mér það kom löppinni hérna. Ég þarf alltaf að hafa eitthvað milli læran að njánna þér að sofa. Það er sikskegg. Á, Villi. Ég er bara að reyna að koma mér þægilega fyrir. Þetta er Gói. maður fyrir borð. Maður fyrir borð. Það er eins og þetta dett úr sjórningaskipið. Pældi ég að maður geti keypt borð fyrir mann. Einn maður fyrir borð. Hún er í búðinni. Vá. Það er greinilega komin einhver svefngals í þig. Já. Vá. Veistu, ég hef aldrei eftir að sofna, sko. Ekki, ég held ég er ekki þreyttur. Ég held ég er ekki til í þessu þreyttu. Ég veist að ég er bara eftir að sofna bara á morgun. Já. Ég held ég eftir að setja bara meti þegar að vaka í nótt. Heyrðu, það er komin kolniða myrkur úti. Ætlaðir ekki að sýna okkur stjörnuna? Hvað er stjörnukíkirinn? Já, hann er rétt bara, ég var búinn að gleyma þessu, sko. Það var aðeins að fínstilla en ég vona að þetta virki bara í fyrstu tilraun. Ef nú stundum aðeins mistekst hjá mér. Það sem ég hef gert. Sko, þetta er svona hologram, þetta er almyndar stjörnukíkir
Þannig í staðinn fyrir að fara út og horfa upp í hinn eiginlega stjörnuhiminn, þá get ég framkallað hann hérna inni. Í herbergi? Já. Er það ekkert hættulegt? Nei, það á ekkert að vera það, sko. Sjáðu þið. Ok. Hvert á að horfa? Tilbúið. Þetta bara kemur svona almynd yfir okkur. Horfið þið bara upp eins og þessi himinn, bara upp í loftið. Já. Tilbúinir. Já. Þetta er rosalegt. Vá, maður. Þetta er bara svo að vera komin út en vera inni. Þetta er miklu flottar en mér myndi. Já, maður. Ætlum þarna, ef við vorum á Karlsvagninn, sem er svona eins og pottur, og ef við drögum svo strik úr aftari vögnunum, beint upp, þá sjáum við pólstjörnuna. Og við vitum alltaf hvar við erum, á hvað breiddargráðu við erum, út frá henni. Ef við erum á miðbaug, þá erum við alveg við sjóndeildarhringinn. Ef við erum á norðurpólnum, beint fyrir ofan. En hvar er þá gullvagninn og bóstjarnan? Sendu gullvagninn, Sækja mig á herra. Svo ef við horfum aðeins yfir, þá er Óríon líka, sem er stríðsmaðurinn og hann er með belti. Já, til að halda buxunum uppi. Já, sjálfsög, þú getur ekki farið í stríð bara á brókinni. Já, var ég rugg. Já, og ekki með axlabönd, af því að það er asnalegt. Það er erfitt að gera stjörnumerki úr axlaböndum. Miðjustjarnan í Óríon, í beltinu, hún heitir Bellatrix. Alveg svo hljómsveitin. Nei. Bellatrix! Kíkja. Já. En hvar er Venus? Venus. Já, því ég sé það, þarna rétt fyrir utan Borgarnes. Vá, þetta er alveg magna. Hérna góði, prófaðu. Það er rosa þægilegt að sofna með þetta. Ég sé ekki neitt. Þú voru að horfa. Snúa og stilltu bara brennidýftina aðeins. stöða. Nutt! Vá, hvað er mikið af stjörnum. Já. Þetta er endalaust, en það ekki? Það er nú stóra spurningi. Annarkvort endar geimurinn einhvers staðar eða ekki. Það eru bara tveir möguleikar og við sennilega komumst aldrei að því. Annarkvort er það endalaust og hvað þýðir það? Endar bara aldrei. Já, Eða bara endar hann einhvers staðar, hvað þýðir það? Já, það sé Það er bara veggur. búið. Og þá Hvað er spyr það maður, hinum megin? hvað er hinn með? Já, alveg rétt. Og þá spyr maður sig, er himinhvolf hversdagsleikans endalaust? Eða er það súrdeig minninganna kannski sem að endar einhvers staðar við sjóndeildarhring? Vá, er dáir heimspekingur að tala í gegnum því? Ég held að ég veit ekkert hvað ég var að segja bara. Góða nótt, strákar. Góða nótt, strákar. Það er gott að sofna undir berum himni bara. Já. Það er gott að sofna undir berum. Vó! 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 Sveppi. Sveppi! Sveppi. Já. Sveppi fór mér nú einn. Hvað er að gerast? Akkur er þessi skápur komin hingað? Ég veit það ekki, varst þú að ná í hennar skáp? Lítið út fyrir að vera maður sem næpar í skápi miðja nótt. Nei. Hvað gerðist? Fæddið þú hann?
Nei, Gói. Gói, færið þú hann? Gói. Færið þú skápinn? Veistu það, ég ger ekki neitt sko, ég er búinn að steinsofa í alla nótt. Svona skápur, hann færist ekki á sjálfu sér. Því þessi skápur er þungur skápur. Já. Kannski að mamma við þarna eða pabbi eitthvað. Hann rennur ekki bara hérna á gólfinu því að jörðin snýst. Ég held að þú ættir að kalla á mömmu þér. Þetta er nú pínu lítið dularfullt þetta herbyggi þitt að vera. Mamma! 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 Góðan dag. Hvað er þetta eiginlega? Af hverju er skápurinn hérna á miðju gólfi? Sverrir, Það er einmitt það sem við viljum vita. fóruð þið ekki að sofa strax í gær eftir að ég var búin að vera hérna? Jú, ég ætlaði bara að spyrja þig, færið þú skápinn á hann? Ég? Færði skápinn? Nei, hvaða rugl er þetta? Af hverju, hvað gerðist? Strákar? Kannski pappan sveppa að færa. Hann er kannski að skrifa nýja bók, ég veit það ekki. Nei, það þýðir ekkert að segja eitthvað svona. Strákar, þið verðið að ganga frá skápnum. Þetta gengur ekki að hafa þetta svona. Já, en mamma, það voru ekki við sem gerðum þetta. Ég vil bara ekki heyra svona vitleysu. Hann hefur ekki lappað sjálfur. Nei. Nei, ég vil hafa að þið gangi frá skápnum alveg eins og skot. Allt í lagi. Það þýðir ekkert að vera að plata mig núna. Og mamma, þetta voru ekki einu sinni, sko... Ég vil ekki heyra orðum það meir, Sverrir. Komið svo niður og fá okkur morgunmat. Ég get svarið að ég gerði þetta ekki. Ég líka. Og Gói, hann lítur út fyrir að hafa ekki heldur gert þetta. Og ekki mamma og ekki pabbi. Gói er heldur ekkert með sigg á puttunum. Hann getur ekki treyft svona skáp. Nei. En við skulum allavega reyna að koma honum á sinn stað. Gói, hjálpa okkur. Gói! Hvað er að honum? Hann er bara þreyttur greið, hann er að stækka líka. Þetta er náttúrulega sko örugglega þyngsti skápur í öllum heiminum eða eitthvað sko. Má sjá, Pítur. Tilbúinn. Á 3, 2, 3. Þetta er ekki hægt. Hvernig komst hann eiginlega hingað? Tilbúinn aftur. Gói! Gói! Þú verður að hjálpa okkur. Skápurinn er komin upp að rúminu. Hei, flott! Þetta er flott. Er þetta flott? Gerðir þú þetta eða? Hvað? Færið þú skápinn hingað í nótt? Segðu alveg satt. Nei. Ég hef nú reyndar alveg gengið í svefni. Ég hef aldrei fært skápa. Horfðu í augun á mér. Færðir þú skápinn í nótt í svefni? Nei. Hjálpa okkur! Er hann ekki bara fínt þarna? Nei. Við veitum ekki einu sinni hver færið hann. Mamma vill ekki einu sinni viðurkenna að hún hafi gert það og ekki pabbi heldur sko. Tja, ég skal hjálpa ykkur. Það er rosa kósí að sofa í skipi. Já. Bíðið aðeins, ég er með hugmynd. Hérna. Hérna. Hlöftum við þetta til Villa. Svona. Ok. Hei. Ok. Og hvað gerum við svo? Svo tilbúinir að draga hann. Bíðið aðeins. Ok. Það er langbest að tæma hann alveg. Já. Það hlýtur að gera hann léttari, er það ekki Villi? Jú. Það er svo mikill massi sem við erum að íta núna. Ó, þetta var gaman. Ég man hefur verið með handklæði. Svona. Efni. Eða hvað? Jú. Það er tómt hérna hjá mér, sko. Ekki alveg hjá mér. Að skúfa hann hérna. Svona. Svona, nú er þetta orðið tómt. Hello, Sveppi! Ó, Skelbert. Eigum við að prófa núna? Já, maður sjá. Þetta er alltaf, það er miklu léttari núna held ég. Það var galtómur, sko. Ok. 1, 2, 4. Það er ekki hægt. Hvað er að gerast þetta? Það var þyngsti skápur í öllum geiminum, sko. Ég skil nú bara ekki þá eðlisfræðu krafta sem eru hér að verki. Þetta á ekki vera... Hvernig kom hann hingað?
Það var allavega ekki ég. Ætli við höfum allir bara gengið í svefni og fært hann allir saman óvart. Líkurnar á því eru hverfandi. Já, það líkurnar á því eru örugglega bara 1 á móti milljón, þúsund. Minna. Minna. 1 á móti trilljón. Já. Þetta er bara algjört rugl. Wow. Hvað er pounded? Hvað gerðir þú, Sveppi? Ég ger ekki neitt, sko. Jú, víst, þú gerðir eitthvað. Hvað gerðir þú? Ég er bara rétt, ég sá bara einhverja rifi eða svona í skápnum og ég bara potaði í hann. Pröfa það aftur. Ég veit ekki hvort að það sé... Ég gerði ekki neitt, sko, ég bara... Wow! Oj! Hvað er að gerast? Ég færði í skápinn bara með einum putta. Þetta er eitthvað töfraputti. Eða þetta er einhver mega töfra skápur. Megatöfra skápur. Mér er nú ekki alveg saman þetta. Við skulum ekki ræða þetta við hana móður mína. Við látum eins og þetta hafi ekki gerst. Bara alls ekki aldrei. Jæja. Bara... Heyrðu, Jú, við kannski bara... Það er komið tími til að fara bara. Já. Vá. Já, hérna. Sko, í fyrsta lagi var þetta allt saman mjög undarlegt. Og í öðru lagi þá var líka puttinn á mér líka mjög undarlegur. Þú má alveg segja það, sko. Það var ein leið samt til að komast að því. Við getum notað bara einfalda útilokunaraðferð. Þetta er gert hvenær sem er, hvar sem er í heiminum til að komast að hver þriðja breytan er sem við notum í tölfræðinni. Já. Gói, farð þú og pröfa þú að ýta á skápinn. Ef hann hreyfist, þá er þetta skápurinn, ekki puttinn og Sveppa. Bara varlega, í Guðs bænum varlega. Sástu þetta, Villi? Villi, farðu varlega. Ég get staðfest það, strákar, að þetta er engin venjulegur skápur. Sko, það er líklega best að gera eins og mamma sagði. Við skulum bara reyna að pota honum á sinn stað, upp í vegginn. Og við ræðum þetta hvorki við kóng, né prest. Nei. Til lagi. Aldrei. Tilbúnir. En sjáu þið. Leið og maður ætlar að ýta honum, þá er hann þungur. Bíðast. Og svo potum við. Wow. Strákar, þetta er ótrúlegt. Jæja, þá er bara búið að ganga frá skápnum. Já, það var nú aldeilis gaman. Þetta er skemmtilegi fítusar hjá IKEA að vera með svona... Svona pota í það. Potaskápa. Jæja. Töfraskápur. Bara. Ég hérna, það er... Það er morgunmatur. Já. Vistu það, Sveppi? Já. Þú skalt bara alveg hætta að hugsa um hennar skáp. Það? Já, ég hugsaði að þetta hætti bara einhvern tímann, sko. Heldur það? Já, ég myndi bara reyna að gleyma þessu, sko. Það er rosalega óþægilegt að búa inn í þessu herbergi og vita af því að þessi skápur er sko eitt sá skrýtnasti sem ég hef séð. Já,
Ég myndi bara hætta að hugsa þetta. Strákar, komið. Ég held að ég sé búinn að semja lag um töfraskápinn. Þetta meina? Þetta bara svona, þetta meira kom bara til mín þetta lag. Ég þurfti eiginlega ekki að hafa neitt fyrir þessu. Já. Það er tilbúinir. Hlustið nú vel. Komdu með það, bróðir. Einn skáp þann ég veit sem var gerður í sveit og hann býr yfir töframætti. Margt í myrkrinu býr, enginn sjálfan sig flýr. Þetta er töfraskápurinn góði. Þetta er töfraskápurinn góði. Þetta er töfraskápurinn góði. Mjög flott, sko. Ba-dum-ba-da-boom, ba-dum-ba-da-boom, ba-dum-boom-boom, ba-dum-boom.